Faðir minn var fæddur 1914 á Austurlandi í Norðfirði og hann fékk nú litla menntun þar held ég, hann hafi ekki fengið einhverja fermingafræðslu og svo fór hann í 2 ár í skóla á Laugarvatni og það voru eiginlega bestu ár ævi hans, fannst honum sko, þegar hann var þarna í skóla. Og hann kom sem sagt til Reykjavíkur í byrjun stríðsins úr mikilli fátækt þarna eiginlega fyrir austan. Og hann var hálfbróðir Kristmanns Guðmundssonar, sem sagt það voru sammæðra. Og hann starfaði í áfengisversluninni í Reykjavík, var verkstjóri þar og keyrði svona leigubíl líka. Og móðir mín, hún fædd 1914 og fædd í Reykjavík. Hún fékk svona venjulega gagnfræðamenntun held ég hérna í Reykjavík sko. Og þá var afi minn nafni minn Einar Hróbjartsson, hann var mikill svona grúskari og aðalega kannski svona indverskum fræðum og jóga og einhverju svona og líka svona ýmiss konar popular vísindum. Hann nefnilega þegar hann var lítill strákur sko, þá voru menn að spurja hann sko, og hvað ætlar þú að vera þegar þú ert orðinn stór? Ætlar þú að vera prestur eða sýslumaður? Nei, ég ætla að vera vísindamaður, sagði afi. Og hvað er nú það, sögðu menn. Hann kenndi manni nú svona ýmislegt. Kenndi manni þrílögu til dæmis. Afskaplega merkileg aðferð svona til að Og svo lærði maður þrílögu líka í Landakoti, unnutakendu. Og svo kom ég til áherslu að heyrðu, þetta ekki alveg rétt sem þú ert að segja mér. Þetta miklu einfaldara sem sýsturnar kenna mér. Það bara talan þarna við hliðina á X sem áfæri fyrir ofanstig og hinn fyrir neðan. Já, sagði afi, en ef að þrílmenn eiga vistir til 8 daga, hvað eiga þá? Hvað myndir þá 2 þeirra? Það myndir vísindar endast 2 þeirra. Það var öfugt sko. En það var ekkert svoleiðis flóki sem þær voru að kenna. Ég var stundum haldið fram að þríliða ruglaði fólk og það meðal annars að... Nei, mér finnst þetta nefnilega akkúrat vera einmitt aðferðin til þess að En maður verður náttúrulega að vita hvort þetta rétt hlutfall eða öfugt hlutfall eða í hlutfalli stærðinu öðru veldi eða þriðja veldi eða hvernig það sko. Já, maður þarf að hugsa. Já. En þetta hefur verið móðurafið? Þetta var móðurafið mér sem sagt, já. En það hefur verið svona talsveit mikið á bókum og svona pælingum í kringum þig í ensku? Já, hann var mikið í því sko. Nú síðan ferðu í skóla inn í Reykjavík og þú varst í Landakotsskólanum, er það ekki? Ég var í Landakotsskólanum og veit eiginlega aldrei hvers vegna ég var sendur þangað. Einhvern tíma var hann sagt að ég var sendur ára á undan, þá var eitthvað auðveldara að fara í Landakotsskólanum heldur en annað. Var það landfræðilega eitthvað hagstætt? Já, það var bara mjög nálægt sko. Já, einmitt. Það var bara göngufæri sko. Styttri en að fara í Melaskólann. Var eitthvað sérstök ástæða til þess að þú varst sendur ára á undan? Nei, ég veit eiginlega ekkert af hverju það var sko. Ég var nú með fljótur að vera læs og svona sko. En ég veit ekkert almennilega meira af hverju það var gert sko. Ég eiginlega hef aldrei fengið almennileg svör við því frá foreldri mínum af hverju ósköpunum ég var sendur þangað. En þetta var alveg ágætis skóli, ég hef ekkert yfir honum að kvarta sko. Eru einhverjir svona kennarar í kannski barnaskóla eða framhaldsskóla sem þú vilt nefna sem hefur haft áhrif á þig? Já, við höfðum náttúrulega afskaplega góðan íslensku kennara, Guðrún Jónsdóttir.
og hún kenndi okkur íslensku og sagði okkur svona Íslendingasögurnar, hún kunni þær allar utan að sko, þetta til eitthvað sög sem var. Svo var mjög góður kennari þannig sko. Svo voru náttúrulega systurnar, þær voru svona svolítið öðruvísi sko. Já, það var held ég alveg allt í lagi, kennslan sko. Og ekkert verið að svona, maður var ekkert var við það að verið innræta menni neitt, svona kaþólskuna. En þá var, ef við höfðum öðruvísi kristnisfræði heldur en hinn í skólanum samt. Það var úrvalslið. Það var alltaf mjög eftirminnilegi kennarar í menntaskólanum. Guðmundur Arnlaugsson og Björn Bjarnason kendu eðlisfræði og stærðfræði og Ólafur Hansson kendi sögu. Mér fannst nú alltaf Guðmundur Arnlaugsson svona var besti kennari, sko. Hann skrifaði nú þarna bækur þegar ég var í landsprófi Afríku í menntaskólan, hvers vegna þess, sem svona eins og vísindin í hnotskurn, sko. Nú fyllir þetta bókasafn, heldur en 2 bækur á náttborði. 2 bækur eru þarna í hillunum bak við þig. Já. Það var nú líka, sko, þáttur í þessu að ég, sem sagt, lét mér ekki detta í annað í hugan bara að halda áfram námið. Það var nú hérna faðir minn, sko, hann var eitilharður á því að ég yrði að vera í skóla og læra. Ekkert að fara út í einhverja iðnám eða neitt svoleiðis, sko. Og svo fór ég sem sagt í verkfræðideildina í háskólanum. Það var ekki beint möguleiki að læra eðlisfræði og stærðfræði, sko, en þó voru þarna BA, sko, mann gátu lært fyrir hluta BA í stærðfræði og eðlisfræði og þeir kendu það einmitt Guðmundur Arnlaugsson sérstaklega. Svo ég tók fyrir hlutana verkfræði, sko. Já, en varstu alltaf með þessu samt í huga? Já, ég var alltaf, það var alltaf meiningin að klára svo eðlisfræði ekki verkfræði, sko. Það var svona áhuga mál, eðlisfræðin. Hvaða kennarar í verkfræðideildinni, hvað viltu nefna þeim? Já, það var Guðmundur Arnlaugsson, hann kendi þarna. Og svo var Leifur Ásgeirsson kendi stærðfræði. Og Leifur var nú svona góður kennari held ég, sko, en það var samt svona svolítið svona erfitt. Já. Það var nú einhver þarna sem var summaði upp kennslu Leifs að hann tók eitt fyrirlestur í að útskýra núllið, sko. Að a plus x var saman sem a og þá myndi x vera saman sem 0. Og þetta tók heilan tíma, sko, útskýra þetta. Já. Og svo kom næsti tími og þá var það a sinnum x væri saman sem x og þá væri x saman sem 0, sko. Já. Og svo kom 3. tíminn og þá sann hann að þetta væri sama 0, sko. Já. Svo þetta fór svona stundum fór þetta svolítið fyrir ofangáru og neðan, sko, en þetta er alltaf flókið þessi innfærsla núlsins, sko. Þetta er ekki einfalt mál í stærðfræðinni, þetta var ekki alveg að sá það sjálfur, sko. Ég hafði bara áhuga á eðlisfræði og ætlaði að klára svo eðlisfræði út í Danmörku, sko. Já. Svo strax eftir eðlisfræði námið þá fer ég til Danmörkur og klára hana eðlisfræði námið. Og síðan kom ég heim og var 1 ár heima. Var á rannsóknarstofnun iðnaðarins og var svona að smíða gasleisa. Þetta var í framhaldi af því sem ég hafði verið að gera í Danmörku. En ég var nú ekkert sérlega ánægður með þetta og sótti hér Fulbright-styrk og fékk hann til að fara til Bandaríkjanna. Maður hefði aldrei getað að fara til Bandaríkjanna og það borga til sjálfur, sko. En þetta var mjög góður styrkur þannig séð og svo fekk maður einhverja auka peninga, fekk einhverja styrki líka frá Íslandi. Já. Konan vann nú þarna 1 ár eða aðeins meira. Svo að okkur leið ágætlega, sko. Það var helst svona að manni fannst eiginlega Chicago hlyti að vera stærsti ruslahaugur heims, sko. Þetta var eitthvað svo svakalegt þarna ástandið og það var eiginlega ekki fyrir ég fór til New York sem að ég fór að meta Chicago. Það gæti það nú verið, sko.
Og svo eftir nokkur ár þá fór maður að líka þetta ágætlega og fannst gaman að koma til New York og allt svoleiðis sko. Chicago háskóli bara bauð mér þetta og þeir háskólar sem ég hafði nefnt svona sem fyrsta, annan og þriðja. Það ég setti Caltech í fyrsta sæti og MIT og svo bara einhvern annan góðan eðlisfræðiháskóla og Chicago háskóli er mjög góður eðlisfræðiháskóli sko. Þegar Nobelsverðlaun eru veitt sko þá finnur maður einhverja tengingu við háskólann í Chicago. Ég kom strax í doktorsnámi þá og svona eiginlega áður ég var búinn að klára þetta próf þá var mann fann að leita svona eftir sem við voru að leitast eftir stúdentum sko. Og vildi þá kannski gjarna fá mig inn í vinnu svona fyrst yfir sumarið og sjá svo til hvort þeir fengi að halda áfram þarna og já, ég talaði nú einhverja en mér leist ekkert kannski allt og vel á og þangað til að Peter Mayer auglýsti eftir einhverjum svona nemanda til að hjálpa Müller að flug þarna og þá fór ég þangað og segðu okkur aðeins meira frá honum og hvernig maður var hann og hvernig hann var í leiðtogastörfum. Já, hann var svona experimentalist þarna og var búinn að smíða nokkuð tæki og þekktur svona fyrir að mæla rafeindir í geimgeislum og þetta var svona ágætis náungi sko og svolítið svona prússi og sjóðveri, mjög nákvæmur og svolítið stífur en samt alveg hlýr maður sko. Hann var í Þýskalandi alveg fram á fullorðinsári. Já. Og svona sem leiðtogi, já, hlýr. Já, þá var hann alveg ágætur sko, hann var ekki með teoretísku sko, ekkert svona, ekkert fyrir neina flókna starffræði neitt svoleiðis sko. Hvernig var með rannsóknarteymið hjá hann? Var þetta stórt? Voru margir að vinna saman? Já, hann var með gott lab þarna. Þarna voru eiginlega 3 góðir svona verkfræðingar að vinna í alls konar smíðateljara og svoleiðis sko. Og allavega einn þarna svona mekaniker sem sá að smíða alls konar þá uppstillingar og svo voru svona nemendur hjá honum. Þeir voru ekki margir yfirleitt, hann var með kannski 2-3 í einu. Já. Og það var mjög góður andi þarna sko, fannst mér. Já. Og var hann svo í kennslu eitthvað líka? Var hann svo í kennslu eitthvað líka? Já, ég var nú samt ekkert eiginlega mikið var við það sko. En þeir þurftu nú allir að hafa, prófessorarnir þarna þurftu að kenna einn kúrsus, annað hvort misseri. Já, það er ekki meira það. Og það kölluðu þeir ónýta misseri, það gátu þeir ekkert gert. Já. En þetta, kennslar, ég veit ekki, þetta hentaði mér ekki þessi kennsla sko. Mér hentar ekki að hlusta á fyrirlestra sko. Ég bara sofna og fara að hugsa eitthvað annað sko. Og ég verði eiginlega bara að hafa bókina og þó ég sofni yfir hennin og þá get ég það allavega að fara tilbaka og haldið áfram að lesa sko. Þannig að þú hefur í raun og veru mest lært af bókum? Já, ég lærið ekki aldrei neitt mikið af fyrirlestrum sko. En svona svo hefur spjallað í menn svo? Já, og svo voru alltaf sko svona teaching assistant og research assistant, svona eldri nemendur þarna og þeir hjálpuðu mönnum í dæmatímum og svona sko. En þetta var mjög svona stíf kennsla sko, var erfið. Og maður vissi náttúrulega að prófessorarnir þeir höfðu 5-6 tímum í undirbúið til fyrirlestur sko. Já. Og svo fekk maður lítið út úr honum sjálfur sko. Eignaðistu vini hérna? Já, það var mjög góður andi þarna og ég var að vísu sko, við vorum í bara íbúð, bara út af fyrir okkur.
Ég fekk nú boðum að vera þarna í International House reyndar, þar sem voru svona erlendir stúdentar samankomnir, en það var ekki fyrir hjón sko, svo ég gæti ekki þegið það sko. En jú, svo kynntist maður fólkinu í húsinu og svona sko. Og svo bara líka krökkunum þarna í náminu, því að við vorum þá gjarnan einhvers staðar sko dálítið saman eða á einhverju labbi og svo það var alveg ágætis kennsla svoleiðis sko. Og svo hefur náttúrulega fylgst með tímaritum og svoleiðis þarvegum. Já, þetta var mjög góð aðstæða og gott bókasafn og allt svoleiðis sko. Hvernig var fjármögnunin á því sem þú voru að gera? Sko, það er náttúrulega Peter Mayer sá alveg það sko, það var náttúrulega aðalatriði í þessu sko. Það væri til einhverju peninga til að halda labbinu gangandi og þeir sögðu náttúrulega þarna sko náungarnir á labbinu að þeir væru nú bara svona heartbeat frá atvinnuleysi sko. En Peter Mayer, honum gekk mjög vel og þetta var svona á góðu dögum NASA sko, sem að þeir settu peninga í allt mögulegt sko. Já. Og svo var svona í gangi einhver svona samkeppni milli staða og manna og svoleiðis eins og einhver vistum. Já, það var það náttúrulega, maður var svo sem ekkert mikið var við það þannig séð, en þetta var hörku samkeppni sko. Og maður var auðvitað mjög mikið var við hann og hafði bara allt svo gaman af sko. Og fannst mann alveg geta svona staðið í fullri samkeppni svona við aðra sko, en einhvern veginn fannst mann samt að þetta ekki nema bara svona eitthvað ákveðin tímabil sko. Ég bara vildi ekki vera svona að eilífu sko. Já, svo fór ég bara eftir doktorsnámið, þá fór ég eiginlega beint til Frakklands, eða ég fekk eitt ár þarna, svona postdoc, meðan að var verið að birta greinina mína, svona. En svo fór ég til Frakklands, ég var búinn að kynnast þarna svona frökkum á ráðstefnum, sko, og vissi svona hvar hlutirnir voru aðalega að gerast, sko, og hvert mig langaði að fara. Varstu talandi á frönsku á þessum tíma? Nei, það var nú ekki nógu gott sko. Ég var að vísu, átti svona lingafón eða plötur, spilaði þetta vandlega yfir sko, og þóttist þú kunna svolítið sko. En ég man eftir því svona fyrsta árið þarna í Frakklandi, eða mjög snemma ef maður kom sko, þá ætlaði mann á bíómynd þarna og versjón original. En svo einhvern veginn vildi það nú svo til að ég komst ekki í það bíó og fór bara í annað bíó, svona versjón français, og var fyrir ansi miklu sjokki því ég skildi bara ekki til bíómyndinni sko. En þetta var svona Alien myndin og það þurfti nú kannski ekki endilega að skilja svo mikið til þess að ná þræðinum sko. Það hefur döbbað á frönsku. Þetta náttúrulega, ég var aldrei sérlega góður í frönskunni sko, það er því að á labinu því þá var allt eiginlega unnið á ensku sko. Það voru allar greinar lesnar á ensku, allar greinar skrifaðar á ensku og þau töluðu gjarnan við mig á ensku sko. Og þeir voru þá nógu góðir í ensku? Já, þeir voru alveg ágætir í ensku sko. Og sonur minn sagði að það var nú ekki fyrir að ég kynni ekkert í frönsku því ég horfði aldrei á sjónvarpið, hann var alltaf í sjónvarpinu og hann var alveg ágætur í frönskunni sko. Þetta var samt svolítið erfitt hjá honum þannig fyrsta ári, við dæmdum honum í skóla beint í Frakklandi og það fór eiginlega illa í hann talaði ekki neitt, var bara þögull þarna eiginlega mest allt árið svoleiðis og ég var bara betur að komast heim með hann sko. En svo síðustu mánuðina þá allt í einu bara valli frá franskan alveg, fór að tala við félagana þá, þetta bara,
Ég var bara 1 ár þarna sko í Frakklandi, raun og veru. Og þá var ég bara aðalega svona að vinna áframhaldandi úr þessum greinum, úr þessari mælingum mínum sko. Svo að, og ráðstefna var hérna í Frakklandi held 81 sennilega. Og jú, svo fór maður á fleiri ráðstefnur hérna sko. Já, svo fer ég á Raunvísindastofnun og þar ég í 3 ár sko. Þá fær maður stöðu í 3 ár. Og það var svona heldur lítið rannsóknir eiginlega sko. Að gera svona ýmsa hluti. Skemmtilega en þegar það var búið sko, þá bara eiginlega var ég komin í vandræði. Hvað ég ætti að gera áfram, þá bara skrifaði ég mig í Frakklandi og vildi fá að koma aftur til þeirra og það var sem sagt allt í fína. Og þá byrjaði ég sem sagt á þessu verkefni þarna með C2 eða C3. Já, kannski komum nánar að því á eftir. Já, það var bara í rauninni mjög svipað og ég hefði verið að gera þetta bara að vinna úr þessu sko. Þú hefur ekki, þú varst hérna heima tengst til dæmis Þorbirni. Jú, svolítið sko, en ég var búinn að tengja svona meira áður. Já. Við vorum alltaf unnið á Raunvísindastofnuninni öllum sumrum. Já. Þá var ég þar svona með ýmsum eðlisfræðingum, Sigfúsi Jónsson og Þorkeli og fleirum. Já. Og þá vorum við segulmælingar. Já. Og keyrðum með svona á bíl með segulmælingartæki upp úr toppnum og mældum. Og svo var líka verið að vinna úr svona segulmælingum í Leirvogsstöðinni. Það var mælt segulsviðið alltaf stöðugt. Það var verið í samvinnu við einhverja fleiri en Þorbirni, ekki? Jú, og Þorsteinn Sæmundsson sko. Já, en Leo, var hann? Nei, hann var ekki svo mikið í þessu þá sko. Það var frekar seinna sko, þegar Þorsteinn Sæmundsson var að hætta, þá tók eiginlega Leo við sko. Já, svo ég þar í 4 ár, var að vísa alltaf með annan fótinn heima svona á sumrin sko. Vorum að stunda ræktun í Reykjalundi. Já. Og vorum úti á veturnar og ég var náttúrulega meira úti heldur en fjölskylda. Fjölskyldan var lengur heima svona á sumrin heldur en ég. Og þá var ég svona bara við úrvinnslu á þessum gögnum sko. Svo fer ég aftur heim og það var svona ýmislegt sko, yfirleitt ekki tengt ekki geimgeislun þó sem ég var að gera sko. Ég var nú samt að mestu með gögnin sko, því að ég vann þetta þannig að þetta var náttúrulega gífurlegt magn af gögnum, heil veggur af segulböndum, en ég vann þetta þannig að ég stytti, það nota bara eins fáa bitur ég mögulega gat til þess að fyrir öll signalinn í öllum og þá gæti ég komið eiginlega öllu fluginu yfir á 1 teip sko. Já. Og gat svona rennt því í gegn bara á nokkrum klukkutímum. Og svo svona verður nú áhugamálum að fjölga líka þarna, ekki? Litir og... Jú, og það voru sko, og fiskifræði svona, fiskihagfræði. Það kom nú bara út af einum fyrirlestri sem að Jakob held ég eða hvað hét hann nú aftur hinn, forstjórinn. Jón Jónsson? Já. Og hann fór eitthvað að sýna það svona hvernig að sambandi væri milli sóknar og stofnstærðar og þá fannst mann þetta virkilega svona einfalt og fór að spökulir í þessu sko. Það var mjög skemmtilegt sko. Notaðu sæðina í því svona? Já, það var kannski ekki beitt mikið eðlisfræði svona hámörkun bara. Einföld hámörkun, hvernig maður alltaf að hámarka gróðan. Já, það fór bara svona upp og niður sko.
Og það var ekki þetta að stoppa, sko, þegar það var alveg sama hvar maður var á kúrfunni. Þeir gæti alltaf með því að auka sóknina, sko. Og þeir enduðu alltaf með því að fara niður í nullið aftur, sko. Já, hvert skip græði. Já, og þetta þótti útgerðarmönnum mjög skrítið að stjórnvöld var alltaf að reyna að halda þeim í nullinu, sko. Það var bara ekki, það var ekki svo auðvelt að komast hjá því þegar með svona samkeppni, sko. Svo sem sagt hætti ég þarna á Raunvísindastofnuninni og fer til Ameríku aftur. Og þá ég svona 1 ár sabbat í Ameríku. Og þá Meyer og Müller, þeir að smíða einhvern risastórt tæki svona sem átti að nota transition geislun til að mæla ennþá hærri orku en ég hafði verið að mæla. Og þetta var mjög stórt og mikið tæki og sett á gervitungl. Mér leist nú svo sem ekkert meir en svo á tæki, sko. Þetta var alltaf mikið noise í þessum Cherenko-teljara. Ekki Cherenko heldur, þetta transition-teljara, sko. Og mér fannst nú ekki mikið eiginlega að koma út úr því, sko. Það 91 sem ég fer út. Og 92 sem ég kem þá heim. Þá fer ég að kenna bara, þá fór ég að Laugarvatni, sko. Já. Var nú bara atvinnulaus í næstum heilt ár og fór svo að kenna á Laugarvatni. Og þaðan fer ég svo og byrja að kenna í Hafnarfirði, í Flensborg. Kendi held í 2 ár á Laugarvatni og svo aftur 2 ár í Flensborg. Og svo fór ég til Akureyrar og fekk stöðu þar, sko. Já, það var svona eiginlega sjávarútvegsdeild sem eiginlega var kallað. Það var svona ýmislegt sem maður gerði, en ég var nú fyrst og fremst kannski að hugsa svona stofnreikninga fyrir og svo hvernig maður gæti kallað svona VPA-greining, hvernig þú getur notað aflann og rannsakað aflann til þess að sjá hversu mikið af fisk í sjónum. Þú aldursgreinir aflann og þá getur þú fengið upplýsingar stofnstærðina. Og þá svona fræðilegar athuganir á því hvernig maður geti gert þetta sem nákvæmast, sko. Þetta akkurat á þeim tíma sem að kvótakerfið að komast á svona smá saman. Já, það var nú eiginlega mestuleyti komið á, sko. Og ég var náttúrulega óskaplega mikið á móti þessu kvótakerfi. Ég sagði að þetta væri langstærsta rán Íslandssögunnar og þetta væri algjörlega óafsakanlegt á öllu leyti að koma þessu á. En eitthvað þurfti að gera og ég vildi náttúrulega bara hafa nógu háan auðlindaskatt, sko, menn bara borguð. Þetta bara eins og laxveiðin, sko. Það væri bara ekkert ódýrt að fá að veiða fiskinn. Þetta var ekkert mjög vinsælt, sko, það var það ekki. Og svo gagnrýndi ég Hafró líka, sko, að þeir væri alls ekkert nógu harðir, sko. Og þeir svona hlustuðu nú ekkert allt og mikið á mig, sko, en fannst ágætt að hafa svona einhvern til að styðja við bakið á sér. Allir hinir voru að heimta stærri kvóta, þetta í minni kvóta og minni veiði en svona þeir hlustuðu ekkert mjög alvarlega á mig, en svona það breyttist nú samt smá saman, sko, þannig að núna sóknin miklu minni en hún var þá, sko. Og stofnarnir svona hefur ekki reynst auðvelt að byggja stofnarnir upp aftur en það allavega ekki verið að rífa á niður lengur eins og var búið að gera hann alveg áratugum saman, sko. Svo við komum aftur að stjarneðlisfræðinni. Þú ferð þarna til Chicago og Fulbright-styrknum að vinna með Peter Meyer á rannsóknum á geimgeislun. Þú kannski segir okkur svona hvert að þitt hlutverk í þessu mælingu? Já, sko, ég byrja þarna sem sagt fyrir aðstoða Müller. Hann var að mæla þarna rafeindir í geimgeislunum. Þetta gert, þannig þetta eru mælingar sem loftbelgur sem fer með mælitækin upp í háloftin. Þetta gert frá Palestine í Texas
Það svona eins konar flugvöllur þar, eða gamall flugvöllur þar sem að þetta var yfirleitt allt var sent upp frá. Og ég þarna fyrsta árið að hjálpa honum og svo ég að hanna svona mælitæki fyrir sjálfan mig sko, sem átti þá að mæla kjarna, atómkjarna. Geimgeislarnir eru svona eiginlega má segja séu bæði rafeindir og kjarnar, efniskjarnar, það mest af bara vetniskjarnum, svo heliumkjarnar og lithium og svo þyngri kjarnar og þá mest af kannski kolefnis og súrefniskjörnum og svo aftur dálítið mikið af járnkjörnum. Svo að þetta mælitæki átti að mæla þetta og við sem sagt ég var að hanna og þá með mjög háa orku sko. Þannig að þú séð í rauninni hönnun mælitækisins frá grunni? Já, altså svona mælitæki sjálft, teljararnir og allt það, en svo eru verkfræðingarnir sjá rafeinda þáttinn sko, hvernig gögnunum safnað og svoleiðis. Og ég náttúrulega breytti því dálítið hvernig ég vildi láta safna gögnunum og þeir bara gerðu það fyrir mann sko. Þú gerði það sem þú vildir? Já, ég gerði bara eins og ég vildi hafa þetta, ég vildi hafa svona, til dæmis línulega teljara. Ekki á að svona þarna voru notaði teljara sem voru svona með breakpoint svoleiðis og það var alls ekkert nógu gott. Og á svona ýmis konar breytingar sem ég gerði þannig og svo náttúrulega og svo bara uppstillingin á sjálfu tækinu sko. Og þetta voru sem sagt svona ljómunarteljarar og Cherenkov-teljarar. Fyrsta árið þá voru 2 Cherenkov-teljarar og 1 ljómunarteljari. Það var sko plastik bara svona með svona index på 1,5 cirka. Og þeir eru sem sagt ekki fyrir mjög háa orku sko. En með því að hafa hvort tveggja þá þetta að greina þetta sko, því annars myndi signalið vera að háð hleðslunni á tækinu. Signalið sem fæst frá þeim, það er hlutfallið hleðslunni í öðru veldi. En það er líka háð orkunni, svoleiðis að það eru 2 kannski 2 eindir sem hafa mismunandi sterkt signal, þá veit maður ekki hvort það er út af. Þú horfir bara á einn teljara, veist ekki hvort það er út af hleðslunni eða út af orkunni. Með því að hafa hvort tveggja þá er þetta að greina þetta í sundur sko. Og fá alveg aðskildar svona brautir fyrir hverja hleðslu og þá mismunandi orku líka. Og síðan eru sem sagt gas-Cherenkov-teljarar og það eru þeir sem að velja mjög háa orku. Cherenkov-teljarnir eru þannig að ef eindin fer með meira en ljóshraða í efninu, að þá sendur hún frá sér svona eins konar kjölbylgju og það er þá ljós sem að þetta er mjög stórir ljósnemar sem að mæla þetta og þetta er bara í hvítu boxi. Þannig að ljósgeislarnir þeir endurvarpa svona fram og tilbaka í boxinu og lenda á lokum kannski á þessum ljósnemum, stóru ljósnemum. Og en til þess að þetta voru gastelljarar sko og ljósið fer með næstu því ljóshraða í gasinu. Þannig að eindirnar þurfa að hafa mjög há orku til þess að gefa signal þarna. Svo má segja að tækið svona hafi verið, þessi hluti tækisins til að mæla há orkuna, hann virkaði svona frá kannski 20 GeV upp í 100 GeV. Þú ert í raun og veru að mæla stefnuna ekki í Cherenkov? Nei, ég mæli ekki stefnuna sko, en Cherenkov-geislunin, hún er stefnuháð. Já, ég meina það. Svo hún fer bara í sömu áttina og geislinn.
og verður svona víðar og víðar eftir því sem að orkan lægri, en þegar orkan sem hæst þá þetta bara eiginlega beint áfram. En svo þetta bara hvítt box og þetta bara sendist svona fram og tilbaka þangað til að ljósið svo mælt, sko. Þannig það var í rauninni skipt engu máli hvernig geislinn kom inn? Nei, það var sem sagt ekki mælt hvernig geislinn kom inn, en svona fyrsti teljarinn, hann var svona 6 skiptur eiginlega og svona hálf boginn, þannig að geislinn fór svona nokkurn veginn hornrétt í gegnum plastteljaran þar. Sá teljari hafði sem sagt bestu upplausnina, sko, því að annars ef að geislinn kom mikið á ská þá var vegalengdin lengri og þá var signalið hærra og þá þýddi það kannski meira að þessar mismunandi eindir fóru að skarast. Þetta var ekki. En þetta hafði mjög góða upplausn og eiginlega svona bestu upplausn sem að hafði komið fram eiginlega þá, sko. Þannig að þú hefur verið þarna að smíða tæki heimsklassa, fyrsta sinna tegundir. Já, þetta var alveg samkeppnisfært tæki við nokkuð annað, sko, og meira en það, sko, fannst manni. Þetta verið kannski 3 metrar á hæð, allt tækið, sko, og síðan það sett inn í svona gondólu, loftþétt, og það fer upp í háloftin og þarna koma geislarnir í gegn og þarna gátum við mælt svo margar eindir. Strax eftir fyrsta flugið sem áttu að vera 2 flug en annað misheppnaðist nú alveg og það var nú eins gott að safna öllum villunum saman á 1 flug og var bara örstutt flug, sko, en samt alveg nóg til að menn sá að þetta virkaði alls saman, sko. Og svo var þetta eitt langt flug, eitthvað 30 tíma flug og eftir svona 30 tíma þá gondólan eiginlega komin út úr Texas og þá þarf að ná henni niður aftur í fallhlíf, sko. Og þá bara að fara á vörubíl eftir henni, keyrt þarna alla nóttina eftir öllu Texas og náði hann, hún bara sett upp á vörubíl og keyrt tilbaka með hana. Þá talar að ná í hana, þú veist ekkert að leita yfir eitthvað svæði svo með nákvæma staðsetningu? Jú, það gat þurft að leita, sko. Og sérstaklega ef hún kannski fór yfir landamærin lent inn í Mexíkó og kannski fundu menn að allir kofarnir hérna voru með eins gardínur fyrir gluggunum og fallhlífarefni. Þá var hérna hlyti hún að hafa komið niður en... Var einhver sendir með þessu sem gat? Já, jú. Það var sendir en það var ekki mjög, staðsetningi var ekki mjög nákvæm, sko. En við fóru í flugvélum líka og reynda að hlusta og hvar hún væri, menn höfðu svona nokkurn veginn hugmyndum hvar hún væri en það gæti svona skeikað heilmörgum kílómetrum til eða frá þannig séð, sko. Svo það þurfti að leita að henni, sko. En það fór nú aldrei svo, hún týndist alveg, sko. Nei, og þið var væntanlega framkvæmt fleiri flug svo seinna? Já, svo var næsta ár voru flogin 2 flug til viðbótar. Svo allt í allt fór hún í 3 flug og það voru allt svona löng flug, 30 tíma flug. Svo að það náðist nú 50.000 kjarnar og það er nokkur þúsund svona við háa orku, sko. Og svo var þessi niðurstaða byggt hana og það var ansi mikið gafluprindur að bygta hana því að
Þarna var annað mælitæki, svona aðal samkeppni, það var mjög stórt og mikið og með svona ofurleiðandi segli og gat mælt eiginlega allt mögulegt, bæði kjarneindir og rafeindir og mjúgunur og hvað eina sko. Þetta var heilmikið tæki sem var frá Berkeley. Það var miklu dýrara tæki og flottara og þannig séð og þetta var svona, það var Alvarez sem var Nóbelsverðlaunahafi sem vann nú eiginlega svona fyrsti maðurinn þarna í. En ég sá hann svo sem aldrei reyndar að fljúga en talaði þarna við það sem voru að fljúga og sagði þeim að nú ætlaði ég að fara að byggja tæki þarna sem ætti að mæla svona skýrsla og orðaði það nú við það og þeir eru þá náttúrulega búin að mæla þetta allt saman og þeir sagði já, það er alltaf nauðsynlegt að svona sannreyna niðurstöður og svoleiðis sko. Og svo kom ég þarna árið eftir og flaug og svo birti ég bara niðurstöðurnar birtar undir eins úr þessi fyrsta flugi þarna í Physical Review Letters og þá vorum við aðeins á undan þeim að birta sína niðurstöður. Þannig að einir heldur þá að staðfesta þína niðurstöður? Já, svo einir eru eiginlega að staðfesta mína niðurstöður eða þeir voru ekki alveg sammála það. Alvarez kom þarna til Chicago öskureiður og dæmdi sig við Meyer og það var aðallega af einni setningu að ég hafði sagt að yfirleitt notuðu menn svona orkuóháða diffusjón eða pathlengt og það var ekki vitað svona upp að hvaða orku það myndi gagnast sko. Það var ofsa reiður yfir þessu því að hann hafði mitt sennilega í Hobart. Þá hafði þeir sýnt einhverju gögn sko. Þar sem að minnsta kosti léttu eindirnar, það voru svona aðalega lithium, beryllium og bóron, sérstaklega þá bór því að það var erfitt að mæla lithium og beryllium. Lithium var svo nálagt sko bakgrunninum og beryllium svo sjaldgæft sko, erfiðar að mæla þetta en þeir hefðu eitthvað fundið út að litróf þessara, spektrum þessara léttu einda væri brattara en hinnar. Og það sem Alvarez var aðalega reiður yfir, það var það að á þessari ráðstefnu höfðu þeir sagt frá þessu og þá hefði Meyer einmitt verið formaðurinn í þessari session. Og ég vissi ekki þessu, ég var í burtu sko, en það vissu þetta eiginlega allir, þannig að Alvarez hefur passað upp á það að allir heyrðu þetta sko. Og Meyer skrifaði svona afsökunarbeiðni, afsökunarbeiðni yfir þessu. Ég man nú ekkert hvar hún var birt, en það svo sem varð ekkert úr þessu því að þeir hefðu náttúrulega ekkert endilega minnst á þetta væri svona sekundari, það gilti almennt sekundari, þetta bara þessar léttu eindir þarna og það var ekkert farið að túlka þetta neitt fyrir eftir að mína niðurstöður birtust sko. Já, nú kannski fyrir almenna áhandi og tala þarna secondary, kannski ferðu aðeins stuttlega í gegnum... Já, sko, þegar að sko í samsetningu alheimsins þá eru þarna lithium og beryllium og bór eiginlega líka, þetta eru mjög sjaldgæf efni sko. Það er mjög lítið af þessum efnum til. Sko þó að menn sem búið til lithium batteri í dag þá er lithium mjög sjaldgæft sko í jarðskorpunni. En það er hins vegar alls ekkert eins sjaldgæft í geimgeislum. Vegna þess að þetta verður til þannig að við skulum segja súrefniseind sem kemur þarna, hún gæti rekist á vetniseind og brotnað upp. Já. Og þetta gæti náttúrulega verið orkuháð, sko, hvernig hún brotnar upp, en ég vildi nú meina það að þetta væri nú eiginlega bara geometrist, sko. Eða svona impact parameterinn sem að réði þessu hvernig hún myndi brotna. Ef að vetniseindi myndi hitta hana á hana svona til hliðar, og þá myndi kannski bara brotna fáeinar eindir frá. En ef hún hitti beint á hana, þá myndi hún bara algjörlega splundrast og ekkert verði eftir nema kannski eintómar vetniseindir.
Svoleiðis að ég hélt í fram að þetta væri örugglega ekki hérna, þetta gæti ekki verið út frá þessu niðurbroti heldur beinlínis út frá því að það háorkugeislarnir hefðu rekist á færri eindir eða brautarlengdin sem að þessir geislar færu í vetrarbrautinni, hún væri orkuháð. Þú ert ekki að tala versnið eða líkindarflöt fyrir hverfum? Já, ég vildi halda því fram að þetta væri sko geometri sko. Þetta væri impact parametri sem réði þessu, hvernig þetta brotnaði sko. Svo ég lít svona gjarnan bara á atómin eins og svona klassískar eindir sko. Það séu bara kúlur sem að raða sér saman. Það er ekki skammtafræði í þessu hjá þér? Já, það má segja að þessi skammtafræði í þessu sko. Ég vil nú alltaf einhvern veginn halda því fram. Ég er ekki alveg nægilega vel trúaður á skammtafræðina sko. Nei. Að ég vil halda því fram að þetta séu nú allt svona samfellur sko. Þetta séu ekki rafeindir að stökkva úr einu orkustig á annað heldur. Þetta eru bara 2 orkustig sem blandast saman og þá fæst atóm sem að sveiflast. Og þetta tekur langan tíma fyrir það að losna við sína orku sko. Það er að senda frá sig þessa bylgju alveg frá því að það byrjar að falla niður og þangað til að það er dottið alveg niður sko. Það sé svona meiri samfella heldur en skammtastökk sko. Það er nú svona mín skoðun á skammtafræðinni sko. Já, en þessar mælingar sem þú gerir þarna með secondary geimgeislana að þær eru inn í setja líkönin fyrir geimgeisla á flug þarna að við erum með orkuháða diffusion. Já, þá fara menn að koma strax með að útskýra þetta og þetta er í sjálfu sér ekkert óeðlilegt að ímynda sér það að háorku geimgeislarnir, þeir komast fljótar út úr vetrarbrautinni, sleppa frá henni heldur en hinir og hinir lifa þá lengur. Hefur við ekki að útskýra aðeins hvað secondary geimgeisli er? Já, það er secondary sko, það er þessi brot sko. Já. Ef við segjum að geimgeisla að lithium og beryllium og bóræfti séu mjög sjaldgæf efni sko, en þau eru algengi í geimgeislum vegna þess að þetta eru niðurbrotsefni af þyngri eindum. Og þetta kom mjög skýrt fram bara strax í fyrsta fluginu sko, að þetta gilti alveg yfir allt spektrið upp að járni sko. Það var mjög áberandi þegar við tókum hæstu orkuna að þarna voru einhverju tugi járnkjarna. En það var ekkert þar fyrir neðan fyrir við komum að niður að silikoni eitthvað svoleiðis. Neon, magnesium silikon. En þú getur ályktað orkuna í fyrsta stigs geimgeislunum líka út frá þessum annarstigs geislum, er það ekki? Einhver leyti. Það er ekki gróft. Nei, orka var mæld mjög vel með þessum Cherenkov-teljurum sko. Og Cherenkov-signalið er þannig sko að ef að litrófið hefur brattan 3, ef þetta sem sagt differential spektrið er í veldunni -3, að þá eru Cherenkov-spektrið flatt. Svo það sést í rauninni mjög vel með þessu skoða Cherenkov-signalið, þetta er mjög góð orkumæling. En að vísu þá er þetta náttúrulega takmarkað því að Cherenkov-signalið er svo lítið. Þetta er ekki svo margar ljóseindir eða rafeindir sem að ljóseindir losa að það verður dálítið statistik í þessu sko. Já, en nú er með geimgeislana að þegar þeir lenda á lofthjúpnum að þá vilja þeir víxlverka við hann og mælitækin ykkar og þau hafi farið hátt upp á það fórum ekki alveg út í geim? Nei, það kemst ekki alveg út í geim. Það er 4 centimetrar eftir þarna af lofti, svona miðað við eins og það væri jafn þykkt á við jörðina. Nei, það er miklu meira. Það er 4 grömm sko. 4 grömm á fercentimetra
af lofti sem það fer í gegn. Og svo það aftur kannski 1 eða 2 gram sem það fer í gegnum í sjálfu mælitækinu. Og þess vegna náttúrulega mjög brýnt eiginlega að koma svona mælitækjum út fyrir gufuhvolfið alveg á gervitungl. Og það akkurat það sem þetta franska tæki gerði, sko. Og hver var aðkoma þín að franska mælitækinu? Varstu aftur aðal hönnuður eða? Nei, ég var nú ekki í hönnuninni, sko. Og það var eiginlega búið að hanna þetta og búið að koma upp þegar ég kem þarna, sko. En það var öðruvísi heldur en tæki mitt að því leyti til að þetta hafi rauninni verið mjög svipað, sko. Mörgu leyti, sjálfur teljararnir þarna. Það voru bara svona ljósboks og teljarar í. En þá mældi það, sko, stefnuna, geislinn fór. Og þá var maður ekki, þá gæti maður fengið miklu betur upplausn, sko, ef þá var ekki, þá var sama, þá var þetta leiðrétta. Það var hærra signal ef að geislinn fór mjög á ská gegnum tækið, en það var þetta leiðrétta, það því menn vissu nákvæmlega hvernig hann hefði farið, sko. Þannig það var þetta leiðrétta fyrir þessum? Já, svo þarna var þetta að fá ennþá betur upplausn heldur en í mínu tæki. Og það var líka annað, sko, að þeir voru ekki með svona gas-Cherenko, þó þetta væri gert fyrir svolítið há orku, þá voru þeir með svona efni sem kallaði aerogel, að það ákaflega létt efni, það svona næstum eins og loft, sko, það svo létt, það miklu minni eðlýsing heldur en nokkur svona föst efni sem að yfirleitt hafa ekki eðlýsing mikið minni en 1, sko, ekki mikið minni. En þetta svona gangsætt efni með miklu minni eðlýsing en 1 og svona einhvers konar millistig á milli lofts og fast efnis eða vökva. Og þetta það verið notað sem Cherenkov? Og þetta var notað sem Cherenkov teljara. Það voru 2 Cherenkov teljarar í tækinu. Einn reyndi að búa til svona plötur úr þessu, sko. Og þetta var svolítið erfitt að fá þetta heilar og sæmilega plötur. Það voru eitthvað samsettar. Og hinn var bara svona sandur. Það var bara búið að brjóta það upp og það var ennþá léttara efni, sko. En gátt ekki gert plötur, svo það var bara salli sem það var hérna. Það var ekki eins há orku eins og tækinu mínu, sko. En í staðinn þá voru þetta nú reyndar fleiri og meira. Þannig að, jú, þeir gáttu kannski komist upp í 10-20 GWh, ég man það nú ekki alveg hvað er hérna. En það var lengi verið að analýsera gögnin, sko. Þetta voru svo mikil gögn og sérstaklega út af skekkjunni og svo verða að reyna að reikna út alltaf svona segulsviðið og cut-off. Segulsviðið, það hindrar að lágorku geimgeislar komist inn og þá var að reyna að reikna út, búa til módel af segulsviðinu og reikna út hvað hvert var cut-offið fyrir hvern geimgeisla. Og segulsviðið jarðarinnar? Já, og þetta átti að reyna að nota til þess að mæla, sko, ísotópa samsetninguna, sko. En ég hafði nú aldrei trú á því og það kom aldrei neitt út úr því raunverulega, sko. Ég fór nú að vísu á ráðstefnur. Ég fór á ráðstefnunu 83, sko, og síðan fór ég aftur, ég man ekki hvenær, kannski 91. Það er þessi stóru Cosmic Ray Conference sem að þarna mæta mörg hundur manna, ekki mörg þúsundir manna núna, sko. Og þar svona reyna menn að tala nýjustu niðurstöðurnar. Og þar náttúrulega sýndi ég mín gögn og ég birti reyndar ekki svo mikið, sko, það fór þetta mest bara í ráðstefnuna, sko. Þetta, já, það tók nú dálítið langan tíma að birta þessi gögn, en þau hafa verið mikið notuð, sko. Ég hef ekki fylgst með því hvaða mælitæki hafa verið sett upp síðan, sko, gert ennþá betri gögn. Það hlýtur nú að vera, sko, því að þetta var nú þrátt fyrir allt ekkert mjög stórt tæki og bara upp í 2 ár held ég, sko. Þetta er náttúrulega bara ein leið til að mæla orkuna, það er að nota Cherenkov-teljara og svo reyndi Müller að nota transition radiation
teljara, en ég held að það hafi nú ekki skilað miklu sko. En svo getur maður notað svona ofurleiðandi segla og annað til þess að mæla orkuna og þetta var líka dálítið mikið notað sko í svona þessum loftbelgjum á svona kalórímeter neðst að bara menn stoppuðu geislan alveg og mældu hvað kom mikið út sko. Og ég var að vinna úr þeim sko. Var að taka merkin og greina þetta í mismunandi eindir og mismunandi orku sko. Og skoða litrófið eða spektrið. Þetta var svona 12 ára tímabil hérna sem ég var að vinna í þessu sko. Þannig að ég var ekkert að vinna mikið í þessu eftir ég kom heim sko, þó að greinarnar hafi ekkert allar verið komnar út sko. Ég ánægður með þetta mælitæki sem ég gerði þarna en það náttúrulega eftir þetta tæki þá fórum við að nota miklu meira svona hótoskóp sko sem gátu mælt stefnuna og gert betur þá sko. Ég hefði gjarnan viljað fljúga þessu sko lengur og safna meiri gögnum og kannski líka svona nýta lágorku gögnin úr þessu líka betur sko. Þau hafa í rauninni ekkert verið nýtt sko.